Og næst skoðum við hliðrun í tíðni. Hér gerum við ráð fyrir því að búa sér að Laplace færa fall og ef að þetta til dæmis fallheit geti verið 1 á móti s, þá viljum við vita hvernig færum við fallheitið, segjum bara til hægri, f af s sem bara mínus omega. Hér höfum við pól eða lóðfellu í 0 og s náttúrulega stærri en 0 og þá skilgreiningunni. Hérna höfum við einhverju tölu omega. Hér þurfum við að hafa einhverja leiðir til þess að hliðra ferlinum og s liggur hægra megin við þessa tölu. Og kannski ágætt að kalla hana bara S0, svona. Og hér svo sem. Ef að við ættum að þvinga fram svarið bara með því að setja þetta hér inn í skilgreininguna, þá það líklega eðlilegasta leiðin. Þá sjáum við hvernig tímafallið þarf að líta út. Þannig við skulum bara byrja með þetta. Það að segja, ef f af s Laplace færsla á einhverju tímafalli og þetta samkvæmt skilgreiningunni heiti frá 0 upp í pluss óendanlegt, svo hérna í veldinu. Hér sjáum við nefnilega s-ið, hér fallgildið. Mínus st og svo eitthvert fall sem Laplace færanlegt. Og hér höfum við að s-ið stærri en 0. Því að við erum heilt yfir jákvæðu tímalínuna og s má ekki vera 0 eða minna til að verða eitthvað vit í þessu. Og þá skulum við bara spyrja, allt í lagi, hvað þetta? Þannig að við setjum í staðinn fyrir s mínus s0 og þá gerum við það. Fáum þá í veldinu mínus s mínus s0 og fallið hér eftir sem áður f af t og þá fáum við heiti frá 0 og svo endanlegt í veldinu mínus st og svo pluss s0 t f af t dt jafnt og heiti frá 0 í pluss óendanlegt í veldinu mínus st og svo notu öveldareglur í veldinu s0 t f af t dt. En hérna sjáum við hvert tímafallið verður að vera. Það sem þarna stendur komið á rétt form. Þetta Laplace af í veldinu s0 t f af t og allt saman fall af s. Þetta þýðir þá að ef við viljum hliðra, segjum til dæmis einhverju falli sem við þekkjum vel, segjum f af t jafnt og 1 og sem er Laplace færslu 1 yfir s. Og þá að margfalda þetta hérna fall með veldinu s0 t og ef við viljum færa það til dæmis 2 til hægri þá getum við náttúrulega reiknað veldinu 2 til hægri t
sinnum 1 og stungi því inn í Laplace skilgreininguna, en við vitum reyndar þetta bara fallið E-veldinu 2t og það verður s mínus 2, búin að reikna það út, og s verður líka rm yfir 2. Þannig að hliðraferillinn hefur hérna loðföll eða pól í tveimur og svo lognast það svona út af. Við skulum bara líta á annað einfalt dæmi ef að f af t er bara tímafallið og við vitum hvernig Laplace færsla þess er, það er 1 yfir s í öðru og 1 yfir s í öðru er aðeins brattari heldur en 1 yfir s. Við megum ekki teikna þennan hluta. Til þess að hliðra þetta til dæmis 3 til hægri, þá margföldum við upprunalega fallið með e í veldinu 3t. Það keyrir fallið til hægri. Og Laplace af e í veldinu 3t sinnum fallið t verður þá, fallið sem var gefið fært 3 til hægri. Og svo setjum við þá náttúrulega bara í staðinn fyrir s, setjum við s mínus 3. Síðan er það kannski alltaf þrautin þyngri ef að fall er gefið á þessu formi hérna. Að fara að finna hvað fall á við. Og þá þarf maður aðeins að æfa sig. Skulum bara hafa þetta hérna fyrir augunum. Ef að þetta fall hefur gefið, y af s, er 1 á móti s, svo sjáum við hérna einhverja hliðrun í öðru. Og það er allt í lagi og ágætt hugsa svo að maður eiginlega strokar þetta út í huganum. Þetta er í raun og veru bara 1 á móti s í öðru. Og 1 á móti s í öðru, við þekkjum tímafallið fyrir það. Það er bara t. Svo skoðum maður hliðrunina og þá veit maður að við erum að leita að e-veldinu 3t. Það þurfti að ýta því til hægri með e-veldinu 3t til þess að fá þessa niðurstöðu. Við skulum þá taka eitt dæmi enn. Hvað er þetta hér? Segjum að við fáum þetta fall y af s er hjátt og s mínus 3 og s mínus 3 í öðru pluss 4 í öðru. Eða annars það er bara 16. Hvernig er gott að hugsa það? Það er að halda í rauninni fyrir hér og reyna átt að sjá því hvaða fall þetta er án hliðrunar. Og þetta fall þekkjum við. Þetta tímafallið er kosinus af 4t. Þannig að við vitum að y af t verður að vera kosinus af 4t ef við Laplace farum tilbaka og svo sjáum við tíma hliðrunina hér. Og svo til þess að sannreyna mættum við alltaf setja þetta bara inn í MATLAB. Þannig þetta er bara þessi æfing að reyna að sjá út hvert grunnfallið er án hliðrunar ef að við höfum tíðnifallið gefið og ef að við eigum hins vegar að hliðra til hægri 3 einingar, þá er bara margfalda tímafallið með e-veldinu 3t. Stærðfræðin segir þetta. Við bara spurðum hvernig á að gera þetta ef við hliðrum í tíðninni. Þá stendur hérna út af margfalda tímafallið með e í veldinu s0t. Hérna þurfum við bara að passa okkur að s verður líka hægra með s0. Og svo skulum við bara skoða nokkra teikningar í MATLAB.